Stórþing ungmenna er viðburður sem við höldum annað hvert ár. Við boðum þá fulltrúa úr öllum grunnskólum á Akureyri og framhaldsskólum á Akureyri til þess að koma á þing niður í Hofi. Þetta er sem sagt 2 fulltrúar úr hverjum bekk í báðum framhaldsskólunum á Akureyri og síðan 2 úr hverjum bekk þá á efsta stigi í grunnskólanum, 8. til 10. bekkur. Við undirbúum spurningalista tengt málefnum sem við höldum að brenni á hjarta ungmenna og sem við höfum áhuga á bara og stjórnum síðan umræðum á borðum þar sem við skiptum skólanum einhvern veginn niður svo að þetta verði fjölbreytt og rennum í gegnum spurningalistan og fáum ýmsar skoðanir og stundum festust við á málefnum sem þá tengjast ákveðnum hverfum eða þau hafa meira áhuga á. Þetta er líka svo gott fyrir okkur sem eru í ungmennaráði þegar við erum að halda þetta. Þetta er svo mikið reynsla af því að þarna erum við að koma saman, búin að undirbúa spurningar og erum að halda svona viðburð og þurfum að opna viðburðinn og kynna þetta og ná að tala við mismunandi krakka og komast að sameiginlegri niðurstöðu og síðan að kynna hana upp í pontu eftir fundinn. Þannig að þetta er mjög mikið reynsla fyrir okkur og við notum þetta síðan í starfið seinna yfir veturinn. Þannig að við erum alltaf að vinna að því að geta tjáð okkur bara það sem liggur á hjarta sem flestra ungmenna einhvern veginn innan bæjarins, ekki bara okkar hagsmunir, þannig að það hjálpar okkur líka bara að vinna að því. Og ef við náum ekki að koma sér í eitthvað ferli þá komum við með þetta inn á bæjarstjórnarfund Unga fólksins, já. Sem er haldinn ár hvert að vori til, líka í Hofi. Það var mikil aðsókn í ungmennaráði núna í haust þegar við héldum opnum fyrir framboð fyrir nýja fulltrúa. En það voru 54 í heild sem buðu sig fram, sem er mikill árangur með það í fyrra voru bara 5. En við teljum að þetta liggi á bakvið það að við fórum meira inn á vettvang barna. Við gerum okkur sýnilegri í þeirra heimi sem er heimi samfélagsmiðlana og internetsins. Þannig að við settum upp könnun, eða svona umsóknarskjal sem við síðan sendum bara inn á Instagram síðan okkar og gerðum ungmennum kleift að kynna sér málið og taka þátt ef þau hefðu áhuga. Já, ég held að þetta sé stærsti hlutin í því að það hafi svona margir sótt af því að þetta var svo létt að sækja Þið vitið svona oft maður þarf að fylla út einhver blöð og senda og svona, við viljum gera þetta hratt en í virkar heimurinn núna. Og þetta var líka bara mjög mikið af því að það vissu svo margir af okkur allt í einu. Við fórum síðasta sumar í það að kynna ungmennaráð fyrir vinnuskólunum hérna í bænum og síðan sendum við inn myndband fyrir kosningarnar þar sem við vorum að kynna ungmennaráð. Þannig allt í einu vissu miklu fleiri af okkur og það voru fleiri umsóknir. Þetta var búið að vera svolítið falið einhvern veginn. Ég byrjaði 2019 og ég hafði ekki hugmynd hvað ungmennaráð var fyrr en ég var búin að vera í því svona 2 mánuði.